Stuttasvari væri nei, vegna þess að Evrópusambandið alveg einstök tilraun sem að aldrei hefur reynd áður. En ef við svona gefum aðeins lengra svara þá hefur Evrópusambandið verið borið saman við ýmislegt. Það hefur verið borið saman við, og við gætum kannski borið það saman við sambandsríki eins og Bandaríkin, þar sem að annars vegar fylkisstjórnir sem að hafa talsverð mikið vald í eigin málum, en síðan aftur þau sameinuð einu lýðveldi undir einni sameiginlegri stjórn. Evrópusambandið ekki þannig, vegna þess að ólíkt Bandaríkjunum að þá engin tilfinning í Evrópu að það sé einhvers konar eitt sameiginlegt þjóðríki eins og í Bandaríkjunum. Þannig að Evrópusambandið mjög ólíkt Bandaríkjunum að því leyti að það engin svona sameiginleg evrópsk þjóðernistilfinning, þó að það sé kannski til eitthvað sem við getum kallað evrópska samvitund. Hins vegar getum við borið það saman við svona laustengd ríkjasambönd eins og við skulum segja Norðurlandaráð og Norðurlandasamstarfið, en það mjög ólíkt til líka vegna þess að Evrópusambandið mun sterkara heldur en það. Þannig að Evrópusambandið lendir hann einhvers staðar mitt á milli. Það að því leytinu til algjörlega sérstök tilraun sem að gengur miklu lengra heldur en við skulum segja Sameinuðu þjóðirnar eða Norðurlandaráð, en þó mun skemur heldur en til dæmis ríki eins og Bandaríkin, og það virðist vera svona, felast í skipulag Evrópusambandsins, og það fátt sem bendir til þess að það komi til með að breytast á næstu árum.